Skoðum aðeins nær MF7. Þetta handklæði er það besta sem við höfum fundið. Þetta er frábær vara til þess að þurrka bílinn. Og eins og við sjáum hér, þá er besta leiðin bara að kasta handklæðinu út og leyfa þyngdina á handklæðinu að drekka í sig og tosa til því. Leiðum við fyrir að leggja hendur á eitthvað, þá er hægt að við skemmum eitthvað. Við skulum ekki vera að leggja hendur á hluti eða fólk, það er óþarfi. Hendum handklæðinu út, þannig að leggst niður, drögum það til okkar, þá er það bara þetta 1 kíló sem þetta handklæði vigtar. Það er það sem er þrýstingurinn, hann dreifist yfir stórt svæði, þar af leiðandi mjög lítið þrýstingur. 80% af rispum sem koma á bílinn koma við þurrkun, það er að segja ef þið þurrki bílinn. Bara 20% koma við þvott. Við erum alltaf með sleipiefni í góðum sápu. Ef við notum góða sápu þá eru mjög litla líkur á því að þið rispi bílinn. Miklu meiri hætta á því að þið rispi með þurrkhandklæðinu. Þess vegna er mikilvægt að vera með gott þurrkhandklæði. Það er mikilvægt að þvo þurrkhandklæðið sitt mjög reglulega, helst bara eftir hvern þvott. Setja bara létt skol í þvottavélina eftir hvern þvott á bílnum. Þá eru þið búin að hreinsa alla helgidagana sem enduðu í handklæðinu. Þeir eru farnir bara út í á eða sjó eða hvert sem það er. Svo að lokum, þá langar mig að sýna ykkur hérna bara hvernig við förum inn á heimasíðuna. Með því að slá inn hérna upp í horninu MF7, þá fáum við upp handklæðið. Í flestum tilfellum þá er linkur hérna fyrir neðan sem þið ættu að geta klikkað á, þá verður beint inn á handklæðið. Ef það klikkar, þá getið þið farið þarna og svo farið þið bara veljið þið bara að borga og svo þurfið að velja postbox og svo kemur einhvern veginn ég veit ekki alveg af hverju, það kemur aftur aðeins seinna aftur að velja postbox eða sækja í verslun eða fá það heimsent. Ef þið sækja í verslun þá er það verslun okkur á Selfossi og svo bara fylla út ykkar upplýsingar, nafn, kreditkortanúmer og allt þetta. Ef það hentar ykkur ekki að versla í vefverslun, þá er þetta selt í öllum AB-verslunum á landinu, ásamt öllum betri N1 bensínstöðum á landinu. Og svo eru margir aðrir söluaðilar hingað og þangað á landið sem eru með þetta og ættu að geta fundið upplýsingar söluaðila okkar inn á heimasíðun okkar. En þetta er það sem við ætlum að tala í dag. Nú er komið að þér að prófa. Takk í dag.